Góðir gestir, velkomin á ljóðamála á Almannafæri. Ljóðahátíð sem, eins og nafnið gefur til kynna, átti að fara fram á Almannafæri síðasta haust, en það var held ég bylgja númer 2 frekar en 3 sem að koma yfir fyrir það. Já, hver er svo sem að telja lengur? Nákvæmlega. En þess í stað þá fáið þið bara ljóðin heim í stofu, beint í sjónvarpið, eða tölvuna eða hvaða nýtísku græði sem að þið nýtið ykkur til þess að horfa á þetta, eða hlusta ef þið eruð í útvarpinu, hver veit. En til þess að færa ykkur ljóðin heim í stofu þá fengum við nokkra prýðilega leikstjóra sem við pöruðum saman í ljóðskáldin og þau hjálpa okkur að koma ljóðunum til ykkar. Já, og við færum ykkur sem sagt ljóð frá Svíþjóð og Bæheimi, já, Ameríku og Reykjavík og svo auðvitað Akureyri. Og við byrjum auðvitað þar. Byrjum á Akureyri. Þar er staddur Arnar Már Arngrímsson sem er einmitt Norðurlandameistari í bókmenntum. Já, hann fékk sem sagt bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir bókina sína Sölvasögu unglings sem við erum með hérna á borðinu hjá okkur. En hún hefur farið víða því hún hefur verið þýdd á sænsku sem Noll Kroll, Víre og Vert, afsakið frönskuna mína en það er allavega á frönsku, engi samband á færisku og loks á rússnesku sem, já, þetta er sem sagt stendur hjá mér á kýrilísku og ég er einhvern veginn orðin svolítið ryðguð í kýrilíska stafrófinu, svo ég ætla ekki að hætta mér út í það, en já, líka á rússnesku. Ok, við fáum rússnesku manni næsta þátt með okkur. En svo kom sem sagt framhaldabókinni, Sölva saga Daníelssonar. Þannig að núna veitum við hverja mannaðan sjálf er, sem er lykilatriði í öllum betri íslensku bókmenntum. En þetta vitið örugglega marg, en allt þú fá að vita að ekki Sölvi, hérna, núna er maður að rugla saman, skáldi og höfundi. Nei, hérna, sögupersónu höfundi. En Arnar Már hefur líka gefið út ljóðabók sem heitir Kannski er það bara ég. Já, kannski er það bara ég. Er það ekki einhvern veginn svona sem að ljóðskáldum líður þegar það er búið að gefa út ljóðabók? Þegar það er ekki ennþá kominn dómur, neins staðar ekki neinum blöðum og ekki búið að fjalla hann í Kiljunni og einhvern veginn að virðist vera að allur heimurinn hugsi einhvern veginn bara einhverja vitleysu í staðinn fyrir að veita því athygli að það er heimssöguleg ljóðabók komin í verslanir. Kannast við það. Þetta sé læknisfélagið hugtakið yfir þetta eftir bókabömmir eða eftir bókablús. Blúsinn sko. En núna er ljóðið komið í sjónvarpið þannig að þetta mun ekkert gerast lengur. Já, þetta. Og hérna núna er þetta alltaf að fara að breytast. En aftur að Arnari, hann hefur unnið og starfað í Köln, Madrid og Luxemburg. Í Köln? Ég bjóða mitt líka í Köln. Rosa gaman að drekka þar köls í litlum glösum. Það er svona 0,2, svo maður er alltaf að drekka fyrsta sopan. Skemmtileg pæling. En allavega Arnar, hann sinnir núna kennslu samhliða ritstörunum við Menntaskólann á Akureyri. Mamma, ég var þar en Arnar var ekki byrjað þá sko, þannig að gaman að kíkja tíma til hann. Þetta ég hérna dulbúa mig sem 18 ára ungling og lögum þessi tíma. Ríður gamla takta og hérna já, mæti alltaf á seint og ríða á kjaft og svona. Ekkert skrítið við það. Býtu, er með að misminna, gerði ekki Sigmundur Davíð eitthvað svoleiðis árið? Já, heyrðu, yfir í annað, hérna. Já, þá bara beint yfir í ljóðin. Það er kominn tími á Arnar Már og það er Kári Liljendal sem er á kamerunni og bara yfir til ykkar strákar. Já. Getur mig, veit hvað ég er. Kannski er það bara ég. Ég þarf að leggja mig betur fram. Gefa mig stemmingun á hönd og bræðralagi sykursins í Æsland. Það er leiðtúnadegi þessa dagana sem kemur án fyrirmæla að ofan eða neðan, frá vinstri og hægri að gera einhvern andskotan í þá málefnis sem oftast raskað til á sjálfum þér.
Flest tilbrigðið við tannhvítun og ógeðslega frábært þannig séð. Ekki sérmaður verksmiðjurnar og ekki hvert skíturinn fer. En það er fólk og eflaust fnykur. Meðan kaupi ég plast og pappír og eitthvað dautt sem lifði. Ég þyrfti að leggja mig betur fram. Gefa mig stemmingun á hönd og bræðralagi kjötsins í Æsland. Öll komum við víst frá góðum heimilum, sérstaklega nú í seinni tíð, þegar innkeyrslan er full og ferðataskan á hjólum og börnin út að borða til styrktar góðu málefni eða á fullu íþróttum. Gæludýr í öndvegi, áður en við stoppum þau upp eða svæmum þau sem húðflúr á ökla. Gæludýrin. Ég þyrfti að leggja mig betur fram, gefa mig stemmingun á hönd og bræðralagi kvíðans í Æsland. Buguð af enska boltanum og hátíðum, geymslan full af reysirum og fjallaskíðum, frestanárarottu og kvíða. Við þráum leiðsögn, við kaupum leiðsögn en höldum ekki þræði. Við kaupum tíma af sérhönnuðu næði, sérfræðing sem þefar af sæði og gefur síðan ráðum betra mataræði. Tökum síðan stöðuna með markþjálfa. Fyrsti dagur nýs lífs, hér er sjálfa. Það eina sem ég þarf er styrk hönd, sem leiðir mig gegnum daginn fram hjá freistingum, í átt að ljósinu. Og maður gat ekki miskilja, ég er ekki að tala um Guð, bara góðan einkaþjálfara, þann besta sem er með þetta. Kannski er það bara ég. Ég þarf að leggja mig betur fram. Gefa mig stemmingunni á hönd og bræðralagi sykursins í Æsland. Nei. Ég mæli með sólhringsopnun skilningavitana. Ekki leyfa þér smá öllum stundum. Tungan er vígvöllur. Það sést ekki hverjir drekka kristall. Í sömu götu og ég. Gamlir menn með allt sem gamla menn dreymir að loknu striti. Heitir ofnar, eyðslufé, útvarp í öllum sínum myndum. Og kaffi, maður lifandi, nýmalað frá Kólumbíu. Samt stendur einn þeirra við gluggann. Situr mig, veit að ég sinni vananum á klukkutíma fresti. Ég forðast hann. Reiki undir viftunni. Hann er byrjaður að gefa mávonum. Flest verður mönnum að vinum. Öskrin vekja mig í bítið. Breytast í sírenur undir kvöld. Ég heiti Arnar Már Arngrímsson. Eitt af mínum uppáhaldsorðum, uppáhaldsnýyrðum í íslensku er vasadiskó. Hvernig það fór í gegnum málnefndir, það góða orð. Þessi breyting úr Walkman yfir í vasadiskó er mér hulin ráðgáta og hvernig það festist í málum. En ljóðskáldið sem ég ætla að tala um og ég held mikið upp á er Jónas Þorbjarnarson. Eitt okkar albesta skáld sem ekki hefur verið hampað nóg. Ég sá hann einu sinni lesa upp ljóð, það var held ég á Sólon Íslandurs í Reykjavík og þá einmitt las hann upp úr vasadiskó sem þá var nýkomin út. Jónas fæddist á Akureyri 1960 og dó langt fyrir aldur fram, rúmlega 50. Hann var býsna afkastamikill, gátt 9 ljóðabækur, hver annar er betri og það er orðið tímabært að gefa út úrval eða ljóðasafn af því að hafi Davíð verið gott skálda þá var Jónas að yrkja fyrir okkar tíma og okkar tilvist. Ég ætla að byrja á að lesa ljóð úr vasadiskó. Efnið.
Ég dregst æ meir af því óskáldlega. Fer því öðru hverju, án þess sem kalla mætti erindi, inn í Súðavog. Iðnsvæðið ráfa þar eins og gamlingi á heimaslóð. Ég kaupi eitthvað smálegt, ímynda mér, ég sé einn af þeim, sem fást við hið áþreifanlega, byggja rammgert og vantar kannski aðeins einn nagla til að loka síðustu glöfunni. Þau átu ekki sköp saman, en samfarir þeirra voru engu að síður góðar. Þau áttu ekki dótakassa, en samt voru þau þvílíkt að elska hvert annað, svo ég vitni í þeirra eigin orð. Einhvern veginn druslaðist þetta samt og rúmlega það, þrátt fyrir tómlæti gagnvart nýjungum og málvitund í slöku meðalagi. Og þessi ljóðabók heitir Hvar endar maður? Á Dagverðareyri gerist ekkert. Loks í maí hossast bíll niður vegslóðan. Blár skóti. Þetta ég kominn aftur norður. Á Dagverðareyri ég alltaf í aðra rönd 16, þótt í hina fúni ég eins og þið, eins og bryggjan hér. Þetta mín uppáhaldsbryggja. En hefur að mér sýnist ekkert annað hlutverk lengur, bara þetta eitt, að kalla mig norður. Á sinn stað. Að eigna sér hana, upphefja, nefna og skilja, greina blóm frá fuglum, fjall frá himni, læra örnefni, draga hæðarlínur, bræða jökla, virkja, gönguleiðir, steypa, palla, rukka, dást að, gott veður, vont veður, óheppin með veður, landakort, rétt öndun, aðgengi mannsins, komast yfir fjöll með nöfn, leggja, vötn og ár, deila ótrúlegri fegurð, ótrúleg, gera meira, fara heim. Eða þræða hlykkina á fljótinu, leggjast við hyl, þar til hann leggur, þar til hann tekur á rás til fjalls eða svífur á braut. Þú ert á sömu leið. Já, velkomin aftur í stúdíóið til okkar. Heyrðu, við glemdum víst alveg að kynna okkur. Vilt þú ekki byrja? Herri, ég var ekki búinn. Það bara að klára sérna. Já, ég heiti Ásgeir og ég blaðamaður, ljóðskáld, þýðandi, kennari og eitthvað fleira. Já, og ég Arnheiður og óperusöngkona. Við þurfum að hérna í símaskránni þá stendur Spangólari og prinsessa. Já, mér fannst það einhvern veginn vera, það ekki svona hér bil það sama? Svona þegar maður pælir í því að ég spangólandi og sviðum heimsins í prinsessukjólum. Svo sem, það líka gera ýmislegt að lifa af í harða heimaóperunar. Segðu. En nóg spangólara og blaðasnappa. Núna skreppum við suður og tökum hús á Bergþóru Snæbjörnsdóttur. Já. Eða öllu heldur, það hún Magnea Björk Valdimarsdóttir sem bankar uppi á Bergþóru með kameruna. Já, Bergþóra hefur gefið frá sér ljóðabækurnar Dalúndaga og Flórída og líka skáldsöguna Svínshöfuð. En hún var tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna fyrir þær 2 síðastnefndu og hlaut líka 4 verðlaunin fyrir Svínshöfuð.
En hún hefur líka gefið út Dagar undrabarnsins eru á enda sem textasafn við verk myndlistakonunnar Rakel McMahon eða McMahon og þær mynda saman gjörningatvíegið Wunderkind Collective. Wunderbar. En Bergþóra, hún ólst upp á Ólafsvatni í Grafningi en býr núna í Reykjavík. Þar hefur hún lokið námi í sálfræði og ritlist við Háskóla Íslands og stundar núna meistaranám í hagnýtri menningarmiðlun. En áður en það gerist þá eitt hún einu vetri að læra mandarín í Xiamen, fjármunnaborg við suðausturströnd Kína. Það er alltaf langt síðan þannig að hún svo sem man kínverkuna misvel, en hún kann ennþá að brúta og panta flöskubjór. Það allavega meira en ég get sagt. En hún hefur líka komið við í kvikmyndagerð. Hún skrifaði handritið af stuttmyndinni Munda og leikstýrði líka stuttri heimildamynd sem hét Jói ásamt Höllu B. Randversdóttur. En núna hún að vinna nýrri skáldsögu og svo lítur út fyrir að fyrsta þýðingin af Svínshöfði muni koma út í Makedóníu. Þannig að ekki gleyma að láta makedóníska vini ykkar vita því. Ég búinn að láta rakarar minn í albanska hlutunum á Skopje vita. Hann náttúrulega bókelskur og ljóðelskur eins og allir rakarar og eins og sérst hef ég ekki komist til hans nýlega þannig að hann hefur nógan tíma til að lesa, það er allt lok að lesa þá. En núna samt komin tíma á það að rifja upp ævintýri Flórida og núna taka Bergþóra og Magnea við. Mér hana sem ég ger aldrei. Ég heiti Bergþóra Snæbjörnsdóttir og ætla að lesa upp úr ljóðbókinni Flórida. Eitthvað hefur gerst innra með þér, þú sígur ekki blóðið úr fingrunum heldur lætur það drjúpa í servéttu. Eitthvað hefur gerst og þú fyllir skókassa eftir skókassa þar til þú hættir að nota kassa, notar allt yfirborðið. Eitthvað hefur gerst, en hvað gerist næst? Hvað ef skilin sem umlykur okkur, bilið á milli okkar og blóðugs innvolsins gerð úr vef af dauðu hári og húðflugum og þykri lóa gólfteppi, tannþræði undir vaski og sundurklóraðri skepnurófu. Þegar kakkalakki lætur braka í vængjum sínum í Brasilíu, grætur spretthlaupari blóði í Suður-Afríku. 100% alls gæti verið mikilvægt. Hvað gæti glatast með tómri Heinz baunadós eða skurnin af egginu sem ég borðaði síðast? Hvað gerist ef ég helli niður tannkremsvatninu í stað þess að safna því í krukkur og dósir? Fyrir að sturta niður klósepappír og storknuðum smokkum? Hvað gæti glatast með ló sem loðir við gólfteppi? Herr Flessir leggur frá sér pennan. Hvað með kettina, Fräulein Schnieber? Hvernig útskýrið þér þá? Ég sé sjálfa mig speglast í augum hans, titrandi hold, hann hættur að brosa. Þér hafið sennilega aldrei ætlað að gera eitthvað af einskærri góðmennsku, Herr Fleischer. Iron Man. Hugmyndin var að taka að sér nokkra umkomulausa kettlinga svo að þeim yrði ekki lóað, svo snerist góðmennskan upp í eitthvað allt annað og miklu stærra. Allt í einu snerist efnið í tilvist minni upp í hvæsandi, blóðlausa andhverfi sína. Og áður en ég vissi af, var malandi feldur að háalofti fullu af beinagrindum og ammoníaki, sundurklóruðum pappakössum og ammoníaki, sundurklóruðum pappakössum og saurugum þurrmat á undirskálum. Einhverjir þeirra kröfsuðu sig mjálmandi inn í rúmdínurnar til að gjóta. Nú ligg ég ofan á þeim á nóttunni, móta rotnandi kettlingahold með líkama mínum, svefnlausum nóttum. Rökkurdýrin fela sig svo tugum skiptir undir rúmdínum og kössum, éta hvert annað og sleikja feldinn, æla smábeinum. Gaggandi glyrnur virðast einnig hvítar í morgunbirtunni. Kattamatur og eggjaskurn, plastumbúðir og pappakassar, myglaðir pítsuafgangar og hálflétnir örbylgjuréttir, klístraðir hárflókar og kúlupennateikningar, símanúmer, hugmyndir sem má ekki gleyma. Hver einasti sígarettustubbur hér enn. Flórida hótaði að hringja í leigusalann.
Hún hafði ekki þorað að fara í feld eða skilja mig eftir eina svo vikum skipti. Hún hafði ekki yfirgefið eldhúsið í marga daga. Hún heyrði hvæs úr öllum áttum og var farin að pissa á sig til að þurfa ekki að fara inn á baðherbergið. Ef hún sofnaði, seig hún af stólnum niður á hlandbrautan stafla af eggjabökkum. Flórída var sjálf viðbjóðsleg kerling eins og mamminar, viðbjóðsleg ógeðsleg kerling. Hún lyktaði ekki af lifur og blóði heldur sígarettum og þvægi, leðurklædd, eggjahvítu húðið kerling með 20 cm sílikongogg og brotið andlit. Það var aldrei spurning hvor bar kjólinn betur, heldur hvor bar hann verr. Ógeðsleg kerling, hvíslaði ég í eyrunar þegar hún svaf. Flórída kveikti sér í sígarettu og horfði á mig, áhyggjufull á svip. Hendur hennar titriðu. Ég hefur ekki heyrt fólk sem grefst undir tonnum af kassakvittunum og skítugum dúkkuhausum, hverfur í iðandi gryfju af hvæsandi rándýrabeinum sem bresta. Enginn heyrir það kjökra bak við fótanuttækin og hlaupahjólin og lakkaða tréstafi sem mynda orðið home. Flórída stóð við útidyrahurðina með þykkblöðunginn í fanginu. Vinur minn í gráu að koma, sagði hún. Ég hafði ekki sofið í marga daga, muldrið var ærandi, sífrandi í miðtaugakerfinu eins og neglur í gömlu sári og það var þá sem ég fann eitthvað hlýtt renna á milli fingrana. Var þetta efnið sem minningar eru gerðar úr, augnhvítan og litan. Hér voru aldrei að fara að vaxa kirsuberjablóm, hér þar sem plöntur spretta upp úr eggjarhrærum og brauðskorpum, hér þar sem allt yfirborð krabbamein og sígaretturnar heita American Spirit, hér þar sem við sofum og vökum á upplituðum hræjum. Lokið augunum og teljið niður aftur og bak frá 5, herflæsir. Dragið djúpt andan, elskan, og 5 og þú byrjar að kaupa mjólk og edik í hverju einustu búðarferð og 4 og þú komið með 10 lítra af súrnaðri mjólk og edik í krukkum og fernum sem fylla hvern einasta krók og kima og 3 og Google vinur þinn, elsku vinur og 2 og mannslíkami getur skipt efni enst í 450 ár. 1 og 1 og 1 í einu. Bereit, immer bereit. Það mjög erfitt fyrir mig að eiga nefna uppáhalds ljóðabók eða höfund. Þannig ég reyndi að hugsa svona kannski bækur sem höfðu svona mótandi áhrif eða ég var svona hreyfði eitthvað svona sérstaklega við mér. Og fyrsta bókin sem mér datt í hug þessi sem kom út 98. Heitir Lokaðu augunum og hugsaðu mig eftir Kristínu Ómarsdóttur og ég fékk hana í jólagjöf þegar ég var 13 ára frá vinkonu minni og ég elskaði að lesa ljóð og mér fannst þetta svo þessi ljóðabókun hafði svo rosaleg áhrif á mig að því að hún með svo sterkt myndmál, hún Kristín og svo mikil áferð í öllu og og svo mikið það var svo mikil hætta í ljóðunum hennar fannst mér, það var mikið að tala ástríðu á milli kvenna og samfélagið og það var svo mikil litir og bara svona hún tekst að varpa upp einhverjum svona örmyndum á alveg ótrúlega lífandi hátt. Skrifstofumaður situr með skjölin sín á hnjánum á miðlungsháum steini og talar í síma. 3 unglingstelpur skríða eins og risaflugur í vísindamynd í blómabeðinu fyrir framan stjórnarráðið. Svona lífið sadomasókískt á sumrin í Reykjavík. Og þetta hún Kristín Ómarsdóttir. Hin bókin sem ég valdi, hún allt öðruvísi. Þetta ljóðasafn sem heitir Og trén brunnu. Þetta eru þýskar ljóðaþýðingar og kannski var að hluta til ástæðan fyrir því ég ákvað að ég var því hvort koma undan en ég ákvað sem sagt var svolítið heltekin af Þýskalandi og ákveð að flytja til Berlínar mitt sjálf þegar ég 26 ára
Og þessa bók, hérna stendur fremst, sko, ég ákvað að merkja mér hana sem ég ger aldrei. Bergþóra Snæbjörnsdóttir, 2011. Og þetta eru frábærar þýðingar eftir 7 brautryðjendur í þýskri ljóðagerð. Og ég bara las hana svo mikið áður en ég skrifaði fyrstu ljóðabókina mína sem kom út 2011 líka, að hún er sko, hún er bara farin sko af kilinum. Það var kannski skáld sem ég hafði ekki þekkt. Það er mikil, þetta er geggjur bók. Mælum með því bara við alla að reyna að nálgast hana þegar sjá hana einhvers staðar, hún er æðisleg. Þessar 2. Þá er þess að ljúka hjá okkur í dag, en glöggir áhorfendur hafa ábyggilega pælt eitthvað í þessum myndskreytingum á bakvið okkur. Hvað þetta sé eiginlega? Já, þetta eru, eins og þið sjáið, bókakafur. Bækur skáldanna sem að munu koma á sögu og hafa komið á sögu. Og líka einhverja bækur sem að þau hafa mælt með. Bækurnar eru Bergþóru, Flórída og Svíðsögu, þær eru bara hérna bak við mig, þannig að kannski sjá það núna. Og svo er Sölvasaga fyrir ofan hausinn á mér. Og á frönsku hérna, við og við. Já, en við ætlum ekki að hafa þetta lengri í dag, svo við skiljum ykkur bara eftir með verðmætan tíma til að lesa ljóð fram að næsta þætti. Bara eitt sem ég vil bæta við, Umhverfisdeild Akureyrarbæjar vildi koma því áleiðis að sjálfsögðu létu ljóðskáldin tínum allt ruslið sem að var þarna sem að tökur fóru fram, þannig að núna verður allt handurhreint næst þegar þið farið til Akureyrar, engar áhyggjur. Og bara takk fyrir okkur, þangað til næst. Sól, hér sortna, stígur mold í mar, hverfa af himni heiðar stjörnur, reisar eimi við aldurnar, leikur hár hiti við himinn sjálfa. Sól, hér sortna, stígur mold í mar,